syni og strák sem hét Emil. Hann bjó í bænum Kattholti, Hlynskógum, ásamt mömmu sinni og pabba, Ídu systur sinni, Línu vinnukonu og Alfreð vinnumanni. Allir í Hlynskógum þekktu Emil því hann gerði svo oft gamantrygg sem fréttist alla sveitina. Reyndar leið varla sá dagur sem Emil gerði ekki eitthvað af sér og þá hrópaði pabbi hans svo heyrðist alla sveitina. Emil strákskröttur! Ó, hvað erfitt að eiga svona dreng. Í sveitinni bjó líka gömul kona sem hét Hvítubrá-Maja. Hún hræddi Emil og Ídu oft með alls konar draugasögum. Eitt skipti ákvað Emil að nú væri kominn til að hrekkja Tóta. Þetta lítur við sig ekki nógu vel út að þykka. Hvaða sjúkdómar í mig? Taugagjafræðsla, fyrstu hlutanum frá húsviti við segjum. Er það kallað eftir hana? Nei. Emil datt strax í hug að aðferð til að fá rétt í sjúkdómsgreininguna á andlitið á Ídu. Hann náði í blátt bleik og málaði Ídu